Kom sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Á svolítið óvanalegum stað, já. Við erum borð í Baldvini Njálssyni, nýjum frystitogara, glæsiskipi í eigu Nesfisks. Og við ætlum að skoða skipið og ræða við skipstjóran og fleiri skipverja. Hilmar Bragi fór og tók á móti skipinu. Já, nánast í sinni heimahöfn, ef við getum sagt svo, í Garðinum. Og við sjáum fyrstu myndirnar þaðan. En svo fórum við með skipinu líka siglingu til Hafnarfjarðar. Komið með okkur og skoðið með okkur Baldvin Njálsson, GK 400. Það er ekki amalegt að vera hérna í brúnni á nýjum Baldvini Njálssyni. Glæsilegu skipi, Arnar Óskarsson skipstjóri. Til hamingju með daginn. Takk að gæla fyrir. Þetta er stór stund, eða ekki? Jó, þetta er mikið forréttindi. Þetta er draumur hvers sjómanns og alls ekki allir sem fá upplifa það. Mitt fyrsta skipti. Þetta er búin að vera 30 ára sjó. Þetta er gríðarlega merkilegt og mikið stolt. Mikið forréttindi að vera treystur þessu. Þú varst með gamla Baldvin sem var togari, eldri togari. Þetta er svolítið mikið stökk. Já, þetta er mikið stökk. Ég var búin að vera þar í 16 ára tæp og það er bara ekki þetta líka því saman sko. Það er bara himinn og haf þar á milli. Það er bara eins og að fara Fiat Punto yfir á Dietron eða eitthvað svoleiðis sko. Ég veit það ekki. Þetta er bara ekkert líkt. Hvernig gekk heimferðin frá Spáni? Hún gekk bara mjög vel. Við lentum nú bara í skítaveðri leiðum við að koma út frá Vík og vorum í stormi 2,5 sólarhring og við gátum keyrt skipin 11-12 mílur og það var allar hreyfðist neitt úr stað hérna og pappakassar hérna upp á bekkjum og annað og það var ótrúlegt sko. Fóru langt út í haf sko til að forðast illviðri sem var í bæði Norðursjó og vestan við Írland þannig að við byrjuðum nú ekki rétta stefnu. Við fórum norðvestu til að byrja með í rúma sólarhring. Og svo fengum við bara að vera komin norður á Írlandi og bara komin í fínt veður og sluppum heim á 5 sólarhringum, tæpa 1400 mílur. Það var bara mjög ánægilegt. Gekk allt vel og varst þú ekki í dágóðan tíma út á Spáni þar sem var verið að smíða skipið? Jú, ég fór út á sjómannadaginn, flög út á sjómannadaginn 7. júní og ég var búinn að vera þar fyrir utan 1 3 vikna frí og 1 viku frí. Þannig að ég er búinn að vera með í þessu og búinn að reyna að vera að vinna í þessu ferli í 3 ár og allir undirbúningsvinnu og þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Ég hef ekki viljað missa að vera að taka þátt í þessu. Þegar ég kem út þá er brúin hérna bara rétt verið að byrja einangrána og við raða hérna niður öll tækjum og það var rosalega ánægilegt að vinna með Spánverjunum. Það var mikið virðing borin fyrir okkur og allt gert til að hafa okkur glaða og við vorum nú hérna ekki bara ég, það viljum hérna sem er yfir smíðinni búin að vera þannig í allan tíman, 15 mánuði og vélstjórarnir eru búin að vera svipaðan tíma og ég. Þannig að við vorum hann í teymisvinnu bara og fengum að vera með í öllu. Við ættum að þekkja skipið ágætlega. Og hvað, þetta skipið hannað hérna heima það ekki, eða teiknað? Jú, það hannað Sævari Birgissyni og skipa sín og við hefum verið með í þeirri samvinnu alveg frá upphafi og fengið að setja svona fingra fyrir okkur á þetta og það hefur verið mjög ánægilegt samstarf. Lögðuð upp með eitthvað svona ákveðina hugmyndir eða hvað getur sagt, sér óskir? Já, þetta byrjaði bara raun og veru sem miklu minna skip sko. Þetta byrjaði raun og veru sem bara raun og veru stór bara páll og breki og lengdur og okkur fannst það ekki vera framför frá því sem við vorum í þannig að það var skipið stækkaði og fór í 15 metra og svo síðar í 16 og við vorum nú búin að koma svo sem öllu þessu búnaði fyrir í 14 metra breitt skip en þetta er orðið risaskip. Þetta þróaðist á leiðinni og eigendurnir vildu hafa hérna sjálfvirkni mikla og vöruhótel og geta landa á brettum og þetta byrjaði allt öðruvísi og þetta endaði bara sem hátækni skip held ég. Geturðu sagt okkur í fáum orðum svona hversu mikið hátækniskipið er? Það er verið að tala maður heyrir umræðum að það sé eitt tæknivæddasta skip á Íslandi. Já, þetta er svona sambarilegt skip og Sólbergi að mörgu leyti fyrir þetta hafi nú ekki með bræðslis og þeir en þetta er svo sem sami búnaður, þetta er í öðrum skipum en við erum annað skip á Íslandi með þennan búnað. Þannig að jú, þetta er bara parið við það besta. Það er bara svoleiðis. Hvað með vinnsluna borð? Já, hún er náttúrulega kannski mesta framförin í raun og veru. Menn þurfa ekki að lyfta neinu lengur og menn nýta bara frá sér pönnum og þau fara sjálfist í frost og allt fyrir sjálfist á bretti og það er bara lyftarar sem vinna og lestavinnuna. Þetta er bara búið að vera mjög erfið vinna hjá mannskapnum á þessu að lyfta og
og raun og veru stenst ekki tímastöðun hvernig vinnubröðin eru í raun og veru á íslenskum frystiskipum. Það bara löngu kominn tíma að stíga þetta skref og þetta kostar þetta mikið en þetta eru líka skip sem eru að framleiða mikil verðmæti. Ragnar, hvað geturðu sagt okkur vélamálin í nýjum Baldvin? Já, þetta við erum hérna með Wärtsilä 3480 kW og gír þar fyrir aftan sem hérna mikil niðurgírun því að við erum með mjög stóra skrúfu. Við erum með skrúfu sem 5 metrar í þvermál, þannig að hún snýst mjög hægt og þetta á að gera það verkum að við höfum að geta verið mjög hagkvæmir á mikinn tókraft með lítilli olíueyðslu. Þannig að það á að koma bara, þetta svona konsept sem að skipasýn hefur verið að þróa og við erum með bjartsýni að þetta bara fúnkeri vel. Hvernig er tilfinningin að hafandi verið að þú ert búin að vera út að núna síðustu mánuð og hvernig var þetta á leiðinni heim? Bara æðislegt, fengum bara skítabrælu og skipið reyndist bara frábærlega og sullaðist áfram beint á móti og hélt sínum bara alltaf sinni ferð og fóru vel með okkur. Hvað geturðu svona sagt mér er þetta ofboðsleg bylting í vélamálum í skipinu? Já. Fyrir vélstjórann? Já, það er margar áskoranir, sérstaklega í búnaðinum kannski fram á dekki og líka vissuleyti með rafmagnsbúnaði sem hérna en sjálfvirknibúnaðurinn fram á dekki, hann verður áskorun fyrir okkur, skemmtileg. Er þetta mjög mikil breyting frá því sem það var? Já, við erum að hoppa ansi langt fram. Það er gaman að segja, þetta er eiginlega sama vélin og við vorum með, Wärtsilä 32, 6-cylindra vél, en þessi bara það er ausið inn á henni meiri olíu heldur en í gamla bátnum. Þannig að það er svolítið svona sem basicinn sem hefur ekki breyst mikið, en búnaðurinn í kringum þetta hefur breyst. Er þetta auðveldara fyrir því? Sumt er auðveldara, hann hefur erfiðara. En ég er með góða menn með mér. Þannig að það er náttúrulega, ég spurði skipstjórn hvort að þið þyrftu allir að fara á tölvunámskeið. Ertu kannski búin að vera þannig lagað á námskeið í síðustu mánuði þegar það hefur verið að klára skipið? Já, vissulega. En maður áttur að læra helling. Það er að uppfæra gamlan mann. En er ekki gaman að taka þátt í þessu? Algjörlega æðislegt, algjörlega geggjað. Þetta er bara frábært að taka þátt í þessu. Hvað geturðu sagt fyrir okkur leikmennina? Hvernig fer þetta fram hérna um borð? Þið eruð að taka, hvernig svona þegar fiskurinn kemur á borð, hvaða leið fer hann? Já, hann fer hérna inn á dekk og niður í móttöku þar sem hann er hausaður og þrifinn og settur í kör til kælingar og svo fer hann bara í flökun og snirtingu og pökkun og eftir það kemur alltaf mannsendi minna og minna við þetta. En þetta breytir ekki því að þetta verður áfram erfið vinna og mikil handavinna og mikil akkursvinna. Þetta byggist á góðu mannskap sem við erum heppin með. Þetta byggist bara á því að vera með samheldinn mannskap og það er ekki breyting á því. En við vonumst þess að geta afkasta meira og menn slitni jafnvel minna. Menn geta hvílt sig betur hérna og aðstæða miklu betri. Það er vítt við erum með raun og veru borsar og 2 setustofur. Við vorum allir eins og í Sardínudós og gamla botnum, 26 kallar. Það geta meira þess að 4 kallar komið hér bara upp, sko. Þú nennir því nú kannski ekki að spjalla við fílubúkan hérna alla daga, en þetta er allt annað. Þetta er allt annað. Þannig að kallarnir hljóta vera ánægðir? Já, það er mikil eftirvænting í mannskapnum og hlakka mikið til að geta hitt hérna skipsfélag okkar sem hafa ekki fengið að sjá skipið. Nú er það næsta stig að fara að græja skipið til veiða og fara að þjálfa upp mannskapinn. Er það ekki eins og að senda skipverjana bara á tölvunámskeið? Alltaf því? Jú, en á móti kemur þá þetta reyndir kallar og ég hef trú að þeir verði fljótir að aðlagast þessu. Það er mikið tæknibúnaður og mennur misgóðir í því. Við erum svolítið að velja okkur menn í það og velja, menn sem eru opnir fyrir því. En við fáum góða þjálfun, við fáum 14 daga með þessum mönnum sem ber ábyrgð á mestu tækninni hérna til að kenna okkur og vera með okkur fyrst. Þannig að ég er bjartsýnn að þetta gangi vel.
Hönnuðurinn talaði að þetta væri ekki stór vél en stór skrúfa. Hvernig lýsir því fyrir okkur? Já, þetta svona margt öðruvísi heldur en í skipum. Við erum með 5 metra skrúfu, 3000 kW vél sem miklu minni vél heldur en raun og veru sambærilegum skipum. En tópprófanir fóru raun og veru upp á þakinu með væntingar. Við vorum að vonast til að fá 70 tonn tókraft. Við fengum 76 tonn og útslag upp í 80. Og við drógum 2 troll á grunnu vatni í veiðarfæraprófunum og við vorum að nota 50% aflinu. Það var reyndar í blíðu veðri. Þannig að gírin risastór og skrúfa snýst hægt. Hún snýst bara á 75-80 snúningum. Og ég vona að hávaðamengun frá skipinu verði lítil og ég hef trú að þetta verði atburða togskip.